Skylduskil eru í rauninni, hvað ég að segja, verkfæri hverrar þjóðar til að safna og miðla sínum menningararfi. Og hér á Íslandi og í mörgum öðrum löndum gilda lög skylduskil og í þeim felast þau ákvæði að til dæmis Landsbókasafn er að safna og varðveita alla íslenska útgáfu. Það segir í lögunum að allt efni sem gefið er út á Íslandi eða ætlað er til dreifingar á íslenskum markaði telst vera skylduskila efni. Og því ber að skila til safnsins. Við hér á Íslandi höfum verið með skylduskil síðan við vorum undir Dönum. Fyrst þá upphaflega í prentskilalögum Danmerkur og svo síðan fórum við að eignast þegar við fengum sjálfstæði okkar eigin lög. Og lögin sem eru í gildi núna eru frá 2002 og eru þau nýjustu. Þetta er ýmsum vandkvæðum bundið. Já. Og kannski sérstaklega í okkar svona dreifða nútíma. Já, skylduskilin virka þannig að þeir sem eiga að skila efninu eru prentsmiður, íslenskar. Það er að segja þegar við erum að tala um bækur, tímarit og dagblöð og slíkt efni, prentað efni. En síðan eru það útgefendur ef eitthvað klikkar frá prentsmiðum. Getur verið fólk mannlegt og eitthvað klikkar og fer ekki í kassa eða eitthvað álíka. Og það hefur gengið vel af því hér að framan af var alltaf bara efni á prentað. Það var ekki á neinn önnur tækni til þannig. Síðan bæði kemur það inn að bækur fara að verða rafbækur og hljóðbækur og tónlistin sem við söfnum líka, hún hættir að koma á áþreifanlegu formi eða minnkar, hún kemur nú ennþá út á því efni að formi en minnkar þannig að hún fer að vera stafræn. Þannig að þetta rafræna fer að verða vandamál að því fólk veit ekkert endilega af skylduskilum. Það var að skila því líka? Já, það var að gera það nefnilega. Við eigum að eiga til dæmis, við tökum bara, ég tek alltaf hann Arnald Indriðason sem dæmi, bókin hans kemur út á prenti og við eigum að eiga hana í innbundna sem kilju ef hún kemur út þannig líka. Við eigum að eiga allar prentanir, við eigum að eiga hana sem rafbók og við eigum að eiga hana sem hljóðbók. Og sama gildir tónlistina. Við eigum að eiga hana stafræna, ef hún kemur út þannig, ef hún kemur út á geisladisk eða vínil, við eigum að eiga öll formin. Þannig að fólk eðlilega, stórir útgefendur, þeir vita þetta. Þessir helstu bókaútgefendur hér á Íslandi og tónlistaframleiðendur, þeir vita þetta. En áskorun liggur og felst í því að með auknu samstarfi milli þjóða og annað og framförum í tækni þá hefur sjálfsútgáfa á Íslandi. Við hefum alltaf verið duglegir í sjálfsútgáfu en hún hefur aukist. Þannig að efnið, það sem við stöndum frammi fyrir er að einstaklingurinn eða fyrirtækið sem að gefa út bók til dæmis, það veit ekki hvað skylduskil eru og að það eigi að skila efninu til okkar. Svo er bókin kannski prentuð erlendis og þá náttúrulega skilar hún sér ekki frá prentsmiðinni. Þá er það útgefandinn sem á að skila og hann að sjálfsögðu gerir það ekki ef hann veit ekki hvað skylduskil eru.